Í þessu dæmi, þegar við erum að kanna hvort að saga gallblöðrubólgu auki hættu á alvarlegum fylgikvillum, þá þetta svolítið ólíkt dæminu með áhættuhlutföllin vegna þess að við erum raun og veru ekki að bera saman tvö ólík þýði, heldur við erum að skoða tvo ólíka eiginleika hjá sama þýðinu. Og þegar svo þá notum við gagllíktarhlutföll í staðinn fyrir áhættuhlutföll. Og ef við stillum þessu dæmi hérna upp, við myndum skipta sjúklingunum upp í 4 flokka. Annars myndum við skoða þá sem að fá alvarlega fylgikvilla og hins vegar þá sem fá það ekki. Og svo myndum við skoða þá sem hefðu fyrri sögu gallblöðrubólgu á móti fyrir þá sem voru ekki með fyrri sögu gallblöðrubólgu, hefðu ekki fengið það. Og fyrsta sem við þurfum að gera að geta reynt í textann til að fylla inn í þessa töflu. Hérna sjáum við strax að það voru 9 sjúklingar alls sem fengu alvarlega fylgikvilla og af þeim höfðu 6 fengið gallblöðrubólgu. Þannig að þessi 6 sem að höfðu sögu gallblöðrubólgu og fengu alvarlega fylgikvilla, þau gefum okkur strax upp þennan reit hér. Ef það voru 9 sem fengu alvarlega fylgikvilla alls, þá veit ég að summan hér að 6 pluss þessi reitur þarf að vera samanlagt 9. Það eru 9 sem fá það samanlagt, það eru komnir 6 hér, þá þurfa að vera 3 hérna. Svo líka sagt að 84 höfðu fengið gallblöðrubólgu en fengu ekki alvarlega fylgikvilla. Þannig að 84 voru með sögu gallblöðrubólgu en fengu ekki alvarlega fylgikvilla. Og lokum fyrir að fylla upp í og við vitum heildarfjöldann. Þetta voru 378 sjúklingar. En hér ég bara komið með 93. Þannig að við vantar 285 sjúklingar upp á. Ég vil líka skrifa þetta hér að 378 mínus 6 mínus 3 mínus 84. Það 285. En það það sem þarf að fara með þennan reit hér. Þegar við reiknum gagllíktarhlutfallið, þá svona fljótleg leið til þess að reikna það að gera það sem við kallum að margfalda í kross. En þá gagllíktarhlutfallið þá 6 sem 285 deilt með 3 sem 84. Og þetta það sama og 6,79. Og þetta segir okkur þetta gagllíktarhlutfall. Í fyrsta lagi, að það stærri en 1, þá vitum við það að sjúklingar með sögum gallblöðrubólgu í aukinni hættu að fá alvarlega fylgikvilla þegar fara í gallblöðrutöku. Og hvað þetta gagllíktarhlutfall stórt, þetta 6,8. Það segir okkur að einstaklingar með fyrri sögu gallblöðrubólgu hafa 6,8 sinnum meiri gagllíkindi á að fá alvarlega fylgikvilla ef þeir fara í gallblöðrutöku.